Jæja, það byrjar ekki alltaf vel hjá þínum mönnum eftir pásuna, Reynir? Nei, þessi leikur var náttúrulega mjög lélegur hjá okkur. En síðasti leikur var bara mjög góður og var svona stórum hluta. Þannig að við byrjum á einum ágætisleik og einum lélegum. Seinasta leik þá voruð þið yfir lengst af á móti FH en missið það niður. Já, við erum svona að renna yfir þann leik og krifja það hvað fór úrskeiðis þar. En það sem að fór úrskeiðis hérna í kvöld, þá var það bara hreinlega að menn voru ekki að leggja sér fram 100% og við vorum bara ekki á fullu gassi. Og já, 8-8 eftir 20 mínútur og síðan sigla bara framarnir fram úr. Já, við vorum eftir á stóran hluta af leiknum og þeir voru bara miklu betri en við í dag og mér fannst við einhvern veginn þó að við værum hérna 8-8 þá einhvern veginn fannst mér við aldrei að vera á fullu gassi þannig að mér finnst þetta bara óafsakanlegt hjá okkur hvernig við mættum við leikinn. Þannig að eftir þann kafla þegar framarnir byrja að síga fram úr þá að mínum mati helst sóknarleikurinn bara dætt allur botn undan honum en vörnin svona náði að halda ykkur örlítið inn í leiknum. Vörnin var svona allt í lagi, hún var miklu skárri en sóknarleikur en alveg rétt að sóknarleikurinn var mjög staður og einhafður og þetta var bara ekki nógu gott í okkur. Nú náðu Valur jafntefli og þið eru því jöfna stigum 8-8 þannig þetta verður æsispennandi hvað? Botnbarátta? Já, þetta verður að minnsta kosti barátta, það er búið að vera barátta í alla vetur og það heldur bara áfram. Hver einasti leikur er erfiður og það breytist ekkert hér í fram. Sérðu fram á einhverjum möguleika að ná að rífa ykkur eitthvað ofar upp í töflunni? Já, ég sé það, allavega stigalega séð. Þá getum við það að ná miklu fyrir stigum. Reynir, þakka þér fyrir. Takk.